Nummer 20 Valdemar Olsson. Nummer 25 Aron. Nummer 32 Ólafur Ómarsson og nummer 34 var Anton Rúnarsson. Þjálfari Vestmanna Östurkjörn Náttúrsson, þau verða út af allt fyrir bolta. Þá var við auka takkið móti nummer 1 Aron Rafn Einarsson. Nummer 16 Stefán Hulda Stefánsson. Nummer 2 Tjörður Þorgeirsson. Nummer 5 Freyr Brynjarsson. Nummer 6 Einar Pétur Pétursson. Nummer 7 Þórðar Guðmundsson. Nummer 8 Fríður Snær Brynjarsson. Nummer 11 Herra Malovic. Nummer 13 Sveinn Þorgeirsson. Nummer 15 Sigurður Guðjónsson. Nummer 18 Heiðar Heiðarsson. Nummer 19 Stefán Rapp Sigurðarsson. Nummer 20 Gylfi Gylfason. Nummer 22 Markarsson Ingimarsson. Og nummer 33 Hauka Jónas Bragi Hafsteinsson. Þjálfari Hauka Meðal Kristjánsson. Gefum höfum blokka. Dómarinn í þessum leik Arnar Sigurðsson og Svavar Pétursson. Við gefum þeim blokka. Þetta er svona fyrsti leikdagur í Hafnaramótinu. Á morgunum tveir leikir klukkan 6 á Haukar á móti Sandstöðurinni Gauk og klukkan 8 á Valur. Mótinu líka svo á laugardaginn að spila Vatnsdalið við Gauk klukkan 2 og klukkan 4 það FH á móti Haukum. Komið sælir að vorandi góður á ný. Við erum klárir í slaginn hér í seinni leik dagsins í Hafnarfjarðarmótinu. Háðan sá ekki vinna FH 31-27. Nú er það Haukar og Valur. Einar Guðmundsson, Haldunarbraut, annarra ævintýra. Og nú er Jóhannes Lange með mér. Nýkominn á dómarafundi sem hann vill ekki ræða í beinni útsendingu. Hvað segirðu, Jói? Ég er bara þokkalegur. Þú vil lifa þetta af? Já, maður bara reyna að standa uppbyggingu dómara í landinu, þannig að maður þarf að sinna ýmsu. Já, hvernig líst þér á liðin sem hér er að fara að eigast við? Jó, við bara ákveðna, við erum fróðilegt að sjá hvernig þessi lið koma til leiks í vetur. Já, það er ljóst að Haukar er búin að endurheimta gulldrenginn Aron Kristjánsson. Já, það munar minna. Það er ljóst að Haukar er að spila, það eru trommur mættar í húsið. Já, það er alltaf jafn gaman að því. Það skynjar sér örugglega vel heim í Tölvur sjónvarp. Já, það var reyndið fróðilegt að sjá útlendinginn í herbúum Hauka, hvernig hann kemur út úr þessu móti. Þetta er Arnar Guðmundsson sem er hérna í hægri skiptinu, Valdimar Fannar Hósson með 20 vinstra með Þórðar miðjunni, Sturla Ásgeirsson í vinstra horni, Sveinn Aron Sveinsson í hægra og Refer Gíslason á línunni. Hlynur Mortens fæ getur því æfingarleikur hér í markinu. Hlynur Mortens er núna að æfa óheyrilega vel. Já, Fellur Antónin Bóttanum Arnar. Anton með skotið að löngu færi og hann skorar þetta. Öndi var komin upp að dómarinn og það var eina viti á Anton að skjóta bara markið. Svo inn í vörnina kemur Gunnar Harðarsson nr. 10, komið tilbaka eftir hálfsás dvöl í Danmörku. Hann hefur gengið ráða ekki heldur í fjórum, er í fínu formi. Já. Það eru að veitandi rauðveldir í sókninni. Nýju maðurinn Nemanja Milovic. Já, þú veit allir úr. Hann er reyndar ekki sérstaklega velsinu í Kísland. Það finnst að vera þannig. Nafnið hann er hann að leita heimjóla á línunni. Og vörðandi á Gunnari. Hann er á línunni maður Tjörfi Þorgeirsson í miðunni. Þorður að skiptu Freyr Brynjarsson í vinstra horni. Hægra horni er leikurinn Gylfi Gylfason. Nýkominn aftur.
Það lítur hann út þessu fermetardrengur. Hann Hlynur Mortens sem Þarna var kemur Matthías inn á og næstu búinn að ná að stela þarna boltanum. Komast inn í settinguna. Valsliðið er svona það er nokkrir ungir leikmenn sem hafa ekki spilað marga leiki, meistaraflokksleiki fyrir Val sem eru á bekknum í dag og í kringum liðið. Já, ekki veitur af alveg eina liðið sem notaði engan leikmann úr öðrum flokki á síðasta tímabili. Það var misskilningur. Það verður eitthvað öðruvísi í ár. Það er ágætlega spilað út í hornið og Skulla og hann er skutt í stölgina. Haukarnir Nemanja á Skulvi, verðbæntum minnundir hérna. Nemanja ferðin allt opið fyrir hann og hann skorar stifla sig laglega inn 1-1. Svartsettingur, var það ekki? Jó, svartsettingur. Svo leikmaður. Einar hann var spenntur fyrir að sjá hann Einar Guðmundsson þar því að svartsettingar hefði ekki verið með merkileg úrlíkalandslið hans afturflokki. En þetta er hans orð. Agalega lofsverðum hann hefur með þvílíkan árangur úrlingalandsliðinu í fréttatilkynningunni. Það er einhver mismunastur þarna. Það er langt eftir í svöldið, en hann byrjar vel, það er ekki að segja hann. Það er hortið og Sveinn. Sveinn Aron Sveinsson, vætur 93. Það var aftur yfir 1-2. Gríðarlega vel með 19. landsliðinu sem spila í Gautaborg í sumar. Hann byrjaði svo vel. Það var smá misling frá því tveim leikjum. Sölvi, Nemanja, það er inni. Það fóru aðeins og fram úr sér þar. 2-2. Það er bara fyrst og fremst ánægilegt að þetta skulle vera að það er allt saman á stað aftur. Já. Það er alltaf gaman að það eru austar fyrir handboltamenn. Svo leiðist ekkert á sumri svo. Nei, ég var líka vissi fyrir vinda. Það er að kalla gullnum alltaf. Já. Skott af því. Það er að Valdimar. Bóksending á það. Ísilega slúta. Hvað er þessi strákur búinn að vera svo? Þessi strákur bara hættur og er ballinn í Val. Kallaður Litli Valdimar. Mann þykir smá svipum með honum inn á velli. Þessum að hann myndi fara inn á endalínu. Já, meins að þó hann fylgdi þess ekki. En hann hefur mjög svipað að takta. Óspilandi trú á sjálfum sér, sem er gott. Já, það er líkilætið til að fara langt. Það er 5 metur. Guða, framann. Já, Sölvi, Nemanja, Herratur, Leikir Freyr úr vinstra horninu. Þórður rífur svo lausan, vel gert hjá honum, ekkert lautað, hann er bóttan aftur skorar. Já, þarna kemur þetta gula spjaldi á Vennaron. Vel gert þarna á Sævar Arnarið, þeir sáu örlítið fram í tíman og sá að Þórður var líklutur sem ná framkvæmdum þannig að þeir lefðu svo ganga. virkilega vel dæmt. Virkilega vel dæmt. Sér þetta ég var uppbyggilegu strax eftir 1 pund. Já, magna. 3-3. Það er ágætast að leikurinn á það, fráskemmtilegur. Við í það minnsta fersku í upphafi. Þarna bóttan út að Heimir Óli fremst í hraðahlaupinu og skýtur teit í því mótið. Já. Þarna er hérna nýjum með Haukur Matthías Ingimarsson hlaupúta. Já, er á uppalinn Haukamaður. Fór í nám held ég í Bandaríkjana og fór svo í Gróttu. Já, komin heim.
gegn. Hætt blokkering. Það tækir á að komast yfir nýjan leik. Valdimar og hann skotið hægt eitt framhjá. Þokkalega fljótur að skilja tilbaka Valsararnir. Stulla hans með framalega. Framalega. Gerði að leysa hann. Þrjóta á honum. David Tjöla har náðu kast. Maður gerir að reyna þetta svo. Það er inn þetta. Hörðunum skot, hátt yfir. Bókan í leik, Anton. Góð sending hann og Orra. Þetta er Aron. Rapp Eðvarsson. Það er lukamann líka Heimi Óla. Heimi Óla er sem það. Það er aftur. Líka komast yfir. Mjög framalega. Hörning á Val. Orðið með skotið samskiptin. Orri fyrir frákastið og svo maður Valdimar og Anton. Með Badan Seiru, Gunni Harðar og Orri. Orri fyrir skiptin, Gunnar Harðar fyrir skiptin. Arnar Hljóðsson. Tilurinn enn, hann er með langa skanga, Aron Rafn Eðvarsson og fótinn á lútustöng. Söru missir boltan. Hérna Sveinn skorar. Sveinn Aron Sveinsson með 3 mörk af þessum 4 sem Valur er búinn að skora. Sveinn sér laglega inn í meistaraflokkinn hérna. Heimir Óli galopinn og hann kemur þessi lítið. Það er glemtið þetta hressilega þetta í vörðunni Valsmenn. Já, taka þetta hraða niður en hann er arvarslög sending Antoni. Já, Gylfi spila í haukabúningi aftur. Fyrsta sinn síðan hann var Íslandsmeistari hér í þessu húsi árið 2000. Það er líka fyrir það. 50 haugunum verið. Nei, sko. Það var ekki. Minnið er ótrúlega Jóhannes Magnús. Gunnur Karlsson þjálfaði liðið. Já. Síðan hafa haugarnir leikið ásöflum. Það er búið að segja hann mjög störfum held ég á miðju tímabili. Það kláraði þessar tímabili. Og gerði það í Já, Sveinn Þorgeirsson kominn hérna. Hann vantar eitthvað til þess að gefa á. Það skiptir ekki máli, setja sér leik. Það er undir deginn náttúrulega. Það fór ágætlega á staðinn. Við hefum að gera fleiri vel eftir að liða á þetta. Það er ekki mikið búið, 12 mínútur.
dögum og langt í keppnisleiki á þessum liðum, lengra eftir með FH. Við vantar að koma skipar á veginn undir núna og því mikilvægt að skipta mikið og Gylfi frábærlega Gylfi Gylfa komum með sitt annað mark, stelur boltanum og skorar 6-4. Og Arnar Guðmundsson þetta er gegn og sá að þetta var Sveinn inn í teig og þetta var hárið víti. Stulli vantarlega punktinn Sturla Ásgeirsson. Sturla Ásgeirsson sem eru víti fyrir val og markinu Haukum með Aron Eðvarsson. Já, það getur Stulli á móti Aroni. Hann skorar. Hann kom náttúrulega 6-5. Framalega því með mörginni við fyrr hvernig þessum bolta veitar eiga hann ekki kast. Já, þetta er verðingina sem komið inn á línuna. Róli bara að kvíla sig. Já, og þetta verð Bubbi. Steinar það er engan náttur færi til að gefa þannig að þeir róa þetta bara niður. Þetta er hér Einar. Tígrip. Já, árið. Orðarið. Sveinn, Kristján Stulla. Það er þetta hettinn. Það er ekkert flæði í sóknarleiknum og mótið þessari vörn. Tígang núna er bara heppnir að fá aukakast. Má eiginlega brot. Petra stundum með skrifin. Nei, hann eftir það er réttum megin með Þrjá. 7-5. Það er að reyna að taka þetta ræð með en og Arnarsson niður. Já, Valdimar stöðu honum. Sigurmarsson kominn í vörninni á Haukum. Honum er 19. Þannig að Haraldsson kominn þetta lítið og sjó. Það var. Sveinn, jájá, missir boltan. Sörvi, Sveinn, Ásgeirsson, Sörvi. Með Nemanja á. Vel spilað en frábærlega farið hjá Ummótt-eins. Hann er í mikla formi. Já, Matti Þorni hérna í fínu færum á línunni. Matti er líka styrkofið fengið til þess að spila vörnina á Haukum en hann getur svo sem við Steini Óla Hall. Já. Já, það var ekki til að minnka sókn hjá Gróttu þeirra. Það var mjög mikið fyrir því. Það var hann orðið að vera til þriðaskot. Sveinn. Svo fá nýjan leikmann fyrir Hauka og hann var ekki með í fyrra. Raunlega sendingu á Einari en það bjargaði Sveinn Aron og Sturla nær frákastinu, vel gert. Útsjónu saman þarna. Aron Kristjánsson vægast sagt brjálaður út í Tjörva. Já.
Það hafa ekki náð þessu frákasti. Miðjumenni ekki láta hornamenn taka frákastið svona yfir sig á 6 metrunum. Gunnar svo sem umhverfið leikirnari. Þannig að gerir þetta ákveðlega Gunnar Haraldsson. Matur hann vel hérna. Getur smellur. Það var Klókur, hann náði að klemma hana aðeins og leitið það aðeins aðra út. Nemanja Velović gerði þetta ágætlega. Rapp hann kominn inn á og hann lætur vaða leið 8-6. Hérna undir múl skeiðverðinu fá tækifæri. En einu færi Orri leysirinn á línu hraustur á horninu. Gunnar Orra þarna. Þarna fór Stefanar í andlitið á honum. Já, þetta fór í andlitið á honum. Það var bara þannig. Ódýrt en Svavar ekki, ég harna segi ekki í bestu aðstöðum til að sjá þetta á dómaraparinu, en hann sá þetta samt vel og hann vissi sinni sög. Það fer ekki fram hjá Arnar. Nei, hann vissi sinni sög og lítur þetta að vera rétt. Við erum allan ekki vanir að kvarta dómarinu hér, þannig að þetta verður að byrja því. Nei. Það er ekki tíkast hér í þessu. Það var jafnt í liðum í 1 minútu og 10 sekundur. Svo var að Haukarinn farið í 50 sekundur. Það var skref. Það var rétt. Það var sérna stinga niður. Hansen Hermansson. Lítið beittur í sóknarreglum að síðustu tíðum til að neysla og hjálpa Haukum mikið hann heim. Ná það í það minnst til að verða ægir heitur. Já. Sérðu Hetter. Þér var ég að Guma og Valsar og Anton með langa sendingu á Gunnar Haraldsson og það mistekst. Koma Haukar tilbaka. Sérðu leikliðunum. Það myndi sér plás fyrir sem Gylfa í horninu og Bubbi verða Sínum Mortens með 6 skotvarri. Það er virkilega vel. Varnum bólum við fullskipalið núna. Þá komlega horninu stæði Haukana, Haukamannum. Allir Bárusson á miðuna. Á vagn. Gunnar komið svo. Það var reyningur. Það var líklegast rétt. Það er ekkert að keyra þetta leiðina enda leiðinfari og hann komið til fullskiparleik með Heimi Óli með miðuna. Skiptinu vinstra miðni þetta þess að það var að skipta bara bekki. Sveik. Leiðinu og svo skjótsending frá Tjörva. Strykkisending hérna. Já, hann var farið í hendina á hann. Já, það kallar þetta aðra. 9 mínútur til hálfleiks. Staðan Haukar 8, Valur 6 og
Heimir Óli fengið högg á andlitið. Þetta glæður ekki nefinn á honum eða eitthvað. Nemanja Melovic út af. Þorður Arnur í vörðinu hérna herra meginn og tilbúin að spila sókninu líka. Já, það skilur bara ekki út að vera leikur og heldur ekki bara áfram. Hvað? Það þarf eitthvað að huga á hann, þá hann bara út af, skipta. Alveg þetta er að lappa alltaf hana. Já. Þeir fengur smá kvitt þarna leikmenn og Heimir Óli kominn inn á aftur. Arnar með skotið, það hittir ekki markið. Þetta er Haukamenn. Sveinn, upp. Já, hann er stöðaður og 2 mínútur. Gunnar Harðarsson. Þú sást þetta betur en ég. Þú hefur ekki árið. En jú, sannlega rétt sökundar reglunum. Það var Sigurður Guðjónsson kominn inn á Haukum, á línuna. Spilar með 2 línumenn. Tískast hjá Aroni. Svo ég spila á hann. Stefán úti, það er horfnið að skrifa. Stefán aftur. Höndin kominn upp. Sigurður, hann fær víti. Það verður sig til sér. Svavar. Vítakast. Gylfason. Það verður ekki þriðamarkið sig. Það er 9-6 Haukum í vel. Sveinn Aron komin hérna í hægri skittu. Já, Orri er í hægri horni og leysir inn. Væntanlega. Já, leysir hérna Stulli leysir á móti, fyrir aftur fyrir. Þeir gleyma honum en hann er ekki að grípa. Hann var ekki vitlaus með við línuna, ég fylgdist vel með því. Hérna skotið sem Sveinn Aron á. Í kast. Atli með skotið í Svein og aftur fyrir. Hótkast sem Valur á. Það verður að koma skot mjög fljótlega, væntanlega. Og hann reynir þetta sendingu inn í teginn en það er nú ekkert á þetta. Nei. Freyr klókur hinnlega að fara það þarna. Það er Þórður. Þetta verður Bubbi auðvitað. Já, Bubbi er búinn að standa sig vel. Það er genið sagt en sóknarleikurinn hjá Val hefur verið töluvert högstandi. Jóhannes Lange og Óskar Bjarni tekur leikli. 6 mínútur rúmar eru eftir af fyrri hálfleik. Það er nú ennþá tveir mánuðir í mót og það er ekki eins og að liðin séu 38 dagar. Já, fyrirgefðu. Það er ekki eins og að liðin séu búin að eyða kannski miklum tíma í æfingatímanum í taktískan leik. Það er meira verið svona í líkanlega þættinum. Liðin líka rétt að byrja að spila æfingaleiki. Já, þannig að það er nú alveg viðbúið að það sé nú einhver styrleik í sóknaraðgerðum liðanna. Já, þetta er fyrsta æfingamótið þannig veturinn eða sumarið eða haustið eða hvað við maður kalla þetta. Þetta tímabilið, sko morða þannig bara. Og Ragnarsmótið eftir hvað 2 vikur og þannig að
Þetta er svona að fara hægt og rólega af stað og við því að búast að Já, og svo Akureyri á Liðin móti hikstaðir. eða ekki líka. jú. Ekkert Reykjavík Open. Er ekkert Reykjavík Open Nei, þetta? það er breytingar á því. Nú voru spilað eingöngu Reykjavíkurfélög. Já, reyndar með einhverjum örfáum undantekningum. Og spilað í æfingatífum félaga, heima og heimann. Einföld umferð. Okay. Og svo enda með einhverjum Reykjavíkur handboltadegi í Laugardalshöll, skilslega. Já. Það mátti alveg breyta fyrirkomulaginu. Við breytum ekki fyrir það. Nei. Við erum búin að missa áhugan á því móti fyrir löngu síðan. Því miður. Já, stoppaði tímann. Hann á stað aftur. Einar á, hann Það var var vel gert hjá Einari þarna. Styrmir Sigurðsson kominn hérna inn á leikmannum með 17. Ég nú viðurkenna það, ég hef ekki séð hann áður. Nei, hann er uppalinn Þróttari, kom yfir í Val fyrir einhverjum 2 árum. Þetta er sonur Sigurðar Alls Sveinssonar. Já. Stulli skorar. Já. Augljóslega sonur pappa sem má bæta aðeins kjöt utan á beinin. Já. Þóruður, Stefán Rafninn á miðjunni, Sveinn í vinstri skeytunni. Heimjóla hvar hann á að vera. Þetta er Gylfi inn en Slögsending. Það koma Valsmenn. Sveinn Aron, Atli og Einar. Og hann í gegn, það er aukakast. Já, hann var ítt þarna til Gylfa. Já, Þóruður ítt hann á hann. Óskar vil meina Þetta fór víti. að Gylfi hafi verið innan. Ég bara verður að viðurkenna að ég sá það ekki bara fyrir honum Viðari. Nei, hann var ekki, Já, myndavélinni. nei, hann var ekki langt inn í degi það minnsta. Já, 4,5 mínútur til hálfleiks. Valsmenn í sókn geta minnkað í 1. Einar. Hann rann þarna á gólfinu, Já. slapp til og Einar upp og þetta verður Heimir Óli. Já. Lokkaði þetta þarna í hávörninni. Hátt uppi. Höndin er ekkert uppi þannig að Valsmenn geta aldrei. Já, þeir eru eitthvað að fara að Fundu einhverjar gefa leiðir einhverja hérna. bendingar að setja hann upp í loftið en það er ekki með Sveinn Aron. Já, Aron Rapp stendur bara á ver sitt 4. skot. Það var það. Haukamenn. Sveinn Þorgeirsson. Hann skorar. Hann skorar sitt annar mark. 10-7. Já. Þetta er 3 mörkum yfir 4,5 mínútur til hálfleiks. Þetta er jafnleikur. Stulli. Atli. Nei. Einar, Atli. Já, komið heldur nálægt og Þóruður Rapp stilur þessu. Finnur svo Einar Pétur Pétursson og hann fár aukakast. Já, og 2 mínútur á Sveinn Aron sem er heldur einkennilegt núgeisla. Það sem hafa fyrir framan mannin allan tíman. Já. Þar fór í ákvaða uppbyggingin sem ég byrjaði hérna með. Já, fara Haukarnir í 4-2 sigurður. Tímurinn á línuna. Einar Pétur er í vinstra horninu. Já. Ólafur blokkar í. Notaði þarna hendina. Hann má ekkert lengur. Nei, það er nefnilega vandamáli við þetta. Þetta leit afskaplega vel út. Þeir telja hann hafi notað þarna hendina til þess að halda varnarmannum frá sér meðan hann var að grípa boltann.
Já. Það er hálf mínúta eftir. Styrmir. Þetta var vel gert hjá Styrmi. Þarna var hann ósprautuð að komast ekki. Styrmir hérna á miðjunni. Einar. Atli. Hann upp. Finnur. Þetta er ágætlega að vara stjórðun á poti í boltan. Gylfi fer alla leið eða hvað? Já, fær aukakast. Já. Hann var nú... Jæja. Já, ef á að dæma einhvað annar borð þá finnst manni þetta að vera svona einhvern veginn nær víti en aukakastið en við erum ekki með dómari réttið. Rétt. Þórður. Hann fær vítakast. Já. Ætli Bárusson brotlegur hérna. Valsmenn verða konum með fullskipalið þegar Gylfi er búinn að taka þetta víti. Spurningin er bara verður munurinn 3 eða 4 mörk. Það er mínúta eftir. Já, Orri að næla sér í einhverjar hræóttirar 2 mínútur. Fyrir einhvern komskotast óþarfa. Óskar Bjarni allt annað en sáttu línumannu sinn þarna. Nei, ekki að láta reka sig út af. Það er eitt að láta reka sig út af fyrir eitthvað brot en ekki kjaftbrúk. Já, enga móti þokkabót. Jæja, Gylfi með skotið og hann skorar. Fjóramarkið hans, 11-7. Og Valsmenn sem voru loksins komnir með fullskipalið eru aftur orðnir einum færri. Styrmir, Stulli og Atli. Styrmir. Það er ekki mikil ógnun hérna fyrir utan hjá Valsmönnum þessa stundina. Nei. Horfa alla markið. Nei, Atli þó yfir að fara í kontaktinn. Í snertinguna. Styrmir, hann finnur Stulla, vel spila hjá Valsmönnum. Og þeir skora réttund í það sem að lokaflötu gellur. Staðan í hálfleik 11-8, 3 marka munur, Haukum við vil. Við komum í seinni hálfleikinn eftir 10 mínútur, tókið við. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Nú færðu meira eða miklu meira. Þú hringir fyrir 0 krónur úr heimasíma í heimasíma og færð fullt af mínútum í farsíma þegar þú færð þig í nýtt Vodafone Gull. Skráðu þig í 1414 strax í dag. Vodafone. At least he got his dying wish. A jumbo casket full of Doritos. They're down by 5. It's 3rd and 9. Genius. Yeah, free Doritos and he'll get out of work for at least a week. The 30. Go! Touchdown! It's a miracle! Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin er hjá okkur. Dagar, nætur, vikur, mánuðir.
meira í leiðinni. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Samfilm kynnir Larry Crown. Frábær mynd sem allir ættu að hafa gaman af. This is my first day of college ever. I love that. Æðisleg rómantísk gamanmynd með Óskarsverðlaunarleikurunum Tom Hanks og Julia Roberts í aðalhlutverkum. You like to kiss me? Larry Crown, frumsýnd 17. ágúst. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Nú færðu meira eða miklu meira. Þú hringir fyrir 0 krónur úr heimasíma í heimasíma og færð fullt af mínútum í farsíma þegar þú færð þig í nýtt Vodafone Gull. Skráðu þig í 1414 strax í dag. Vodafone. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Nú færðu meira eða miklu meira. Þú hringir fyrir 0 krónur úr heimasíma í heimasíma og færð fullt af mínútum í farsíma þegar þú færð þig í nýtt Vodafone Gull. Skráðu þig í 1414 strax í dag. Vodafone. At least he got his dying wish. A jumbo casket full of Doritos. They're down by 5. It's 3rd and 9. Genius. Yeah, free Doritos and he'll get out of work for at least a week. The 30. Go! Touchdown! It's a miracle! Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Stundum bjart, í lífi hvers mann sem fyrir varir vitja sorgir hans. Við sjáum svo sterk dæmi það að augnablikið breytir stundastað. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. En einn meira í leiðinni. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Samfilm kynnir Larry Crown. Frábær mynd sem allir ættu að hafa gaman af. This is my first day of college ever. I love that. Æðisleg rómantísk gamanmynd með Óskarsverðlaunarleikurunum Tom Hanks og Julia Roberts í aðalhlutverkum. You like to kiss me? Larry Crown, frumsýnd 17. ágúst. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Nú færðu meira eða miklu meira. Þú hringir fyrir 0 krónur úr heimasíma í heimasíma og færð fullt af mínútum í farsíma þegar þú færð þig í nýtt Vodafone Gull. Skráðu þig í 1414 strax í dag.
Vodafone. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Komið sælir og nýja ára góðir. Þetta seinni hálfleikur hefist. Haukar 11, Valur 8. Staðan í hálfleik. Haukar byrjar með boltan í alrauðu búningum. Hvítu húmoröndum. Þetta er Hömmel. Þetta er Hömmel. Hömmel og hinum einn eru. Það er gott að hafa þetta á hreinu. Valsmenn í bláu Hömmel búningunum sínum og hvítu stöðbuxum. Nemanja, hann byrjaði á því að skora eins og hann byrjaði leikinn, kom með 3 mörk, 12-8, 4 marka mönnum. Aldrei munnað þetta miklu á liðunum áður í leiknum. En Jói, svona, ja, seifleikendur fyrir hálfleikur fór vel á staðinn og byrjuði mistökin að rannast upp kannski og haustbræðurinn kom í ljós. Og seinni hálfleikurinn hann verður spennandi eða ekki? Jó, við höfum trúið því að svona góða smást. Já. Freyr sjáum hvað, Sveinn Aron er fljóturinn, en Freyr kemst þetta leið og strákurinn er rekinn út af. Það er óttalegu stillingaskiptur og við segjum það alveg eins og er. Já, en það er samanskapið og eftir með manni í hraðabífi þá er svo sem ágætis regla bara að láta hann vera. Því að ef þú brýtur eitthvað á honum hugsanlega þá er pottið víti og
Anton á 2 mínútur. Þannig staðan fyrir bara að fá mark. Eða markmaður verð. Já, nákvæmlega 5 marka munur. Það var svona setjulega fyrir álegs á var svona sóknarleikur. Valsara heldur styrður. Var ekki mikið einhverjar sóknar aðgerðir, svona taktískar. Nei, sérstaklega leið á hálfleikinn. Já, svona seinni hluta. En nú Anton Rúnarsson kominn aftur inn á hérna og já. Svona kannski hérna helst þeirra sterkasti leikstjórnandi. Jú, Andri Stefán náttúrulega mittur. Já. Og svo samanskapið hafa verið svolítið að þessi bolti fór inn fyrir hafa verið töluvert einum færri líka. 10 mínútur. Meðan Haukar hefði ekki fengið eina brottvísun. Já. Staðan 13-9 Styrmir með sitt fyrsta mark hérna eftir með honum. Það var hann ráðan ekki langt frá því að halda þessum bolta úti. Sendinginu fyrir næg, gengur ekki. Koma Valsmenn, það minkaði til 3. Já, Sturla Ásgrímsson hann heldur óhrædd með að þeir skyldu ekki keyra nægilega hratt upp á þá. Var kominn hann einn fram. Þeir tóku ekki eftir honum. Sturla á Styrmir. Og hann átti Styrmir að láta boltan ganga áfram áður á Einar. Sturla á Styrmir. Átti með höndinu upp. Styrmir reyna að finna Orra en það tekst ekki. Þetta slökk sending fram hjá. Já, Aron Kristjánsson, hann bara komin hérna hálfur inn á völlin til þess að úrskama sinn mann. Ekki ánægð með þetta og Einar Örn skorar minkar til 3 og Haukar ég held bara hreinlega að Aron ætlaði að taka vörnina bara fyrir hann. Já, hann fór langt. Hver var þetta sem fekk 2 var það Freyr eða það? Nei, ég held að sé Heimir Ólin sem að liggur þarna, eða hvað, nei, ég er ekki viss. Það var að Blíkur. Já, Brottvísunin var á Frey. Já, sennilega, já. Hann er brottvísun Haukana. Mikið til afsökun til hann, það var Saga. Halldór var leikur státt yfir heilapottunum. Já. Valsmenn konum með fullskipalið, Haukarnir henni færri 2 mínútur. Svein Aron hérna fremstan og hann á að trufla Svein. Þeir fær boltan hérna, ekki kast. Gylverinn er hér að kontra með á Styrmi, stöðaður. Vinna einhverjar sekúndur. Já, stýtt sannlega hendi komið upp. Þorður, Sveit. Kemur höndin, Gylfi. Gylfi með skotið. Gripið. Gylfur að vera sitt 8. skot. Sturla áfram að kvarta yfir því að þessi og Svein að sækja fram en þær funda hann á endanum og hann skoraði. Já, sýndi okkur okkur að veit var boltan í hraðaflipunum. 13-11. Já, fín kafli hérna hjá Örnssonum, nýta hennar kafla einu fleiri vel. Já, nú fyrir að vinna boltan, við erum komið niður í 2 mörk. Það er mestur hérna 13-9. Og hann setti ykkur beitt á Sturla Ásgrímsson. Hann er stöðaður og hann stöðaður hraðablöfið. Já, og Haukamenn segir konum með fullskipalið. Hann viðurkennir þetta Arnar hann. Það hefði verið örlítið og fljótur á sig. Já. Anton hornið.
Stulli með skotið í stöngina en Sveinn Aron nær þessum bolta. Þannig að þeir halda áfram í sókninni. Þetta er komin upp og Anton, já, með lúmskot þarna. Já, annar markið hans. Munur nú komin niður í 1 mark. Það er fljótt að gerast. Og aukarnir. Alveg fullskipaleg. Okkur verið í hornið. Leikmann nr. 8. Brynjólfur Snær Brynjólfsson. Líka leikmaður. Já. Hörfi har farið í andlitu honum og Putarnir fer til loks. Stulli fara að hvíla sig 2 mínútur. Enn einn brottvísun á Valsmenn. Og aukakast. Já, Stefán Rafn vildi fá víti. Fekk það ekki. Nefnanna komin inn á aftur. Og Haukar fara í 4-2. Nefnanja á Sveit, hann kominn innan 6 metrana og skorar þriðamarkið hans 14-12. Já, getur Sveinn Aron út af hennar tímur. Ólafur Einarsson. Þarna fer inn á horninu. Setur boltan undir Stefán Huldar Stefánsson sem er kominn inn á og yfir. Sveinn. Boltan út í hornið. Nei, Þórður. Það er á hornið galopið þarna. Þórður þorði ekki að senda Brynjólf. Og Huldar fari 4-2. 50 sekúndur í að Valur verður með fullskipalið. Nefnanja upp, skot í samskeytin. Bolti vildi ekki inn. Gunnar Haraldsson áður frákastunum. Já, þeir eru ekkert að flýta sér Valsmenn. Nei, taka þessu mjög rólega. Þetta 20 sekundur en það er mannin. Já. Það er að fá eins og 1 fríkast. Þannig að sækir Anton það fær svo boltan aftur og aðeins svo fljótur að fljóta kannski en erfitt að sjá þetta. Einar hattir í netinu. Það lag hreinlega inn. Já. Litli bróðir Hönnu Guðrúnar Stefánsdóttur. Þannig markinu náði ekki að verja þetta. En hann er eftirlega markvörður. Komin í gegn er að losa sig við boltan þarna Sveinn út í hornið á Brynjólf, hann kist ekki inn þarna. Það vill ekki ferja með 6 metrunum, nú fyrir höndun upp. Þannig að bara koma boltanum á Sveinn sem fyrir skotið. Og það er beint á Bubba. Það verður eftir 9. skot. Það er Anton. Einar út í hornið. Ólafur, nei. Kemur Gunnar vantarlega og skiptir eða hvað, spilaði 4-2. Já, Orri fyrir skiptunni hérna hægra megin. Leysir að sjálfsögðu strax.
Skrefdæmt á Stulla. Já, mér fannst Servi. Ég satt ekki alveg 100% á því, en mér fannst Sturla að vera dripplandi í boltanum og rétt á hann á grafan. Já. Leit hann í út allavega héðan. Já. Gæti verið. Já, en ég er ekki alveg 100%. Ég er ekki alveg 100%. Nemanja, það er varið frá honum, hvernig tekur það, að segja. Nei. Það kemur sér í vandræði. Já, miklu ekki að láta það bara brjóta á sig og fá fríkastið og Aron tekur leiklega. Já, Neinsmannsmunur 14-13. Aron Kristjánsson ekki sáttur. Haukarnir mistu 13-9 fórustuðu niður í 1 mark. Þessi Svartendingur skora hvað 3 mörk, það var fróðlegt að vita skotnýtingunni hjá mannunum. Já, þetta fælir hann líka kannski. Já, þú ert mitt á frá þannig að þú getur sett inn á það. Jó, ég er ekki svo sem logið einhverju fyrir á tapaða bolta. 9 skot, 3 mörk. Hvað er það sem Aron er að skerpa á sínum mönnum? Er það ekki bara sóknarleikurinn? Búinn að vera arfaslagur hérna í seinni hálfleik? Jó. Búinn að vera svona ekki nógu ákveðnir í sínum sóknaraðgerðum. Er svona 80 hálfpartinn konur í gegn og þá er þeir að senda boltan. Svona þeir þurfa að vera örlítið ákveðnari fyrir sig sjálfa. Já. Það var alltaf að vera klárt. Félagar í Haugum hefði hérna leikinn. Servi á miðunni. Nemanja hægra megin. Heimir Óli á línunni. Stefán Rapp hérna nýstur hóllunni fer upp og allt er vel spilað. Það er kerfið sem hann óskaði eftir hann. Aron og 15-13. Já, það var línur að gera betur í markinu. Það fór örlítið og snemma stað þarna í hornið. Já. Við myndum svo sem líka bara eyðu í vörninni og sá allt markið þegar hann kom úr horninu. Anton driblar hér og dreifar á vörninni. Það kom ekki hornið Stullin úr þröngu færi og skorar að sjálfsögðu. 15-14. Já, þetta var ágætlega spilað af Völsurum. Já, Sturla verið sér í fínu formi, áttu við meist að stríða undirbúrstíðanbílinni fyrra og hafði áhrif á hans spilamennsku allt tíðanbílið. Já, verið sér í feikna formi núna. Sognaði aftan í læri á undirbúrstíðanbílið og hann segir var svona mestmagn þarna veturinn að glíma við það. Það getur verið mjög erfið mist. Já. Hanna var Sveinn Aron sína 3. brottvísun. Það stemmir. Já. Fær þarna leiðbeiningar frá Óskari Bjarna. Úrvalskennari í handboltafræðum. Já. Það voru hann að dómarnir byrja væntanlega að yfirgefa Það var nýtt fyrir Óskari, það var nýbúið að breyta þessu. Já, einmitt. Já. Takk fyrir leikinn, segir Svavar, nýbúið að gefa hann rauðspjald. Það er skemmtilegt. Og Sveinn, þetta er gott marki á Steini Þorgilssoni. 4. markið hans. 16-14.
sig inn. Já, Atli rist inn í vörnina og það er aukakast. Anton og Atli. Já, Sveinn reyna að fiska ruðninginn. Anton og Atli. Anton full mikið kannski í því að drifla boltanum fyrir framan vörnina. Það er alltaf mikið hnoð þarna hjá Völsunum. Arnar Guðmundsson að gera sig líka kláran. svolítið sem að vantar kannski hjá Val einna helst, það er eitthvað svona alvöru skitta. Það getur tekið sér til og hamrað á marki fyrir utan. Já. Þessi bolti er út af vinga sem að Valur á. Höndin er uppi. Það þurfa að koma þessu beint á Einar og hann á að skjóta. Rennur, já. Það var sjálfsögðu búið að flauta 2 mínútur á Anton fyrir að skjóta. Það er alveg löngu búið að flauta þarna. Já, en það býr ekki læti í húsinu í trómanum, þannig að það kannski átti þessu ekki alveg á þessu. Nei. Já, vissulega búið að flauta. Já, fyrir löngu síðan. Boltinn gekk á milli tveggja manna eftir að það var búið að flauta. Jú. Hann söng í netinu, það skiptir engu máli. Staðan 16-14. Haukar spila 4-2. Já, þetta er vel spilað hjá þeim. Skorar Stefán Rapp. Sitt 3. mark í 17-14. Matthías Árni Ingimarsson. Aftur í vörnina. Tekist að dreifa álæðin ágætlega þjálfurinn liðana, en hérna kasta Valsmenn boltanum frá sér. Matthías Árni einhvern hluta vegna að bera boltanum upp, já, losaði sig við hann, skynsamur. Þarna var hann Sveinn tæpur á skrefum. Já, og Brynjólfur í gegn og hann skorar. Já, 18-14 kom upp í 4 mörk líkt og áðan og munurinn var hvað mestur. Já, og aftur er þeir að lenda í þessum beggja minna brottinsum. Búin að spila núna einhverjar 4 mínútur einu færri. Já. Arnar missi bolta færni fótinn og já. Af hverju mega Haukarnir ekki taka aukakastið þar sem að boltinn er látið niður? Það er ekki samkvæmt reglum. Nei. Af hverju þá ekki 2 mínútur á manni sem lætur boltann ekki niður í þetta stað? Það er svona eins og allt annað mál. Nei. Skiptir ekki máli Sveinn, háttu loft upp. Já, já, virkilega vel gert. 19-14. Það var Valsmenn loksins konum við fullskipalið. Með ekkert að bíða það að þeirri Valsar regnur út af. Það er algjör óþarfi. Nógu erfitt er þetta fyrir Valsmenn. 5 marka munur. Valdimar Fannar ekkert spilað síðan einhvern tímann, hvað, miðjan fyrri hálfleik? Nei, hann er eitthvað middur, virkaði. búinn að vera tæpur í baki. Já, eitthvað núna síðustu daga, þannig að það getur verið að sé eitthvað svoleiðis sem er að plaga hann. Virkar Stífur var hægur inn á vellinum og Virkar Stífur er hann stundur hérna upp á bekknum. Það verður örugglega ekki meira notaður í þessum leik. Og klukkan 8 FH Valur, Bólaugardaginn, klukkan 2 Valur og FH Höfða klukkan 4. Allir leikir hér í okkar frábæra Þá fyrir þetta að verða klárt hérna fyrir síðasta korterið, bæði lið búin að taka sín leikli í seinni hálfleik. Já, sjáum að Óskar reytir þess aðeins, Sturla kemur hérna inn á miðuna, Anton í skyttuna og Arnar Daði
Arnarsson í vinstra hornið. Fjölmiðlafulltrúi og vallarþulur og knattspyrnuleikjum Hauka í fyrstu deildinni í fótboltanum. Þetta bróðir hans þar fyrirliði Hauka. Uppalinn Haukamaður kominn í Val fyrir síðasta tímabil. Hekklaus Fróðvíkur. Og sen ekki fréttaritari á fótbolta.net líka. Jú, og kynnir á heimaleikjum í Valsöflunum í handboltanum. Þannig að fór á kostum í úrslitakefninni í vor. Í stelpunum. Já. Þessi strákarnir voru ekki þar. Hér að Anton Sundla. Anton, það er í netinu. Anton Rúnarsson. 19:15. Já, þetta eru 4 mörk. 13:40 eftir. Sigurður Guðjónsson inn á miðjunni og inn á línunni segi ég hjá Haukum. Sveinn Nemanja í skiptunum. Það var Sigurður. Já, Guðjón Brynjólfur. Stefán Rapp. Þetta er sendinguna aftur fyrir vörnina á Sveinn. Þarna gerðist eitthvað í Arnar þetta. Já. Ég sá ekki alveg hvað að gera, hvort hann hefði mist í þessu. Hann skokkar þetta af sig bara. Já, hann vill ekki fara út af. Hann þarf að nýta sjansinn. Hann vill hafa stulla sem mest á miðunni svo hann spilir sem mest í hóðinu. Já. Það lítur nú ekki vel út til Arnar í dag að vera að segja alveg svo er. Nei, hann er vanur að harka svona hluti af sér. Ég sá bara ekki hvað gerist. Hvort þetta sé ökklin eða hvort það var bara eitthvað svona smá slingur á mjöðum eða eitthvað. Hann missi stulli boltan. Nei, heyrðu. Stefán Rapp fellur. Ætlaði að gera með tilþrjum, hætti við. Já, hætti við að vera leið. Það er virðingavert. Halkir og það að vera með einhverja dýfur. Jafnvel hefði ég splæst í 2 mínútur annað. Þráttur hann að hætti á meiri leið. Hætti dýfuna? Já. Þú ert ekki hrifinn af dýfum? Nei. Þegar það er algjör óþarfi. Ára Sigurður, Gylfi og Bubbi Ver. Ingvar Kristinn Guðmundsson fór í markið. Það er rétt hjá þér. Gott að hérna. Sjá þetta fyrir mig. Þetta var Arnar Daði að byrja inn og hann næli sér í þetta. Og 2 mínútur. Já, Sveinn Þorgeirsson. Já. Alls konar 2 mínútur í þessum leik. Þriðja brottvísun á Haukana. Það er átt þetta nú inni. Valsmenn verið utanvallar í 18 mínútur. Já, það sem er. Það höfum við 16 reyndar. Væga sagt allt og mikið. Þetta ekki er þetta vinna svo sem fyrir þessu með brotum sínum. Já, nei, ég er að segja það. 19-16, já. Ég er ekki að ráða til dómar. Þetta er bara allt og mikið fyrir liðið að vera út af í 16 mínútur og 11 mínútur eftir. Já, og hugsanlega reyna að vinna leikinn. Já, það er erfitt. Haukar utanvallar í 6 mínútur. Mun skynsamari sínum brotum og tuði. Já, engin spurning. Það er það Sveinn. Tóti, já, það er Ingvar aftur að fara styrir þessu. Einhver kast þó sem Haukar fá. Gylfi, Þórður. Stefán Rapp, Anton brýtur á honum, ekkert dæmt. Koma Valsmenn, Gunnar Harðarsson. Sá Gunnar Harðarsson ekki Arnar Daða sem var þarna með sér. Nei, en það er línumenn ekki að byrja upp boltan í hraðhlaupum. Það er bara þannig. Það er aldrei vænlegt til árangurs. Aron Kristjánsson kominn þarna hálfur yfir miðlínuna. Það er greinilegt að Aron Kristjánsson er komin heim. Það er nú ekki tekið á honum frekar fyrir daginn. Nei, en kannski má alveg geta þess að plássi sem þeir hafa þarna. Þessi aðtala sig þjálfararnir er ekki mikið þetta Óskar Bjarni sjálfur á vellinum. Hann þarf ekki að fara yfir miðlínuna, samt? Nei, það má vera. En við fögnum því að Aron sé komin heim. Það er alltaf gaman að fylgjast með honum og hliðarlínunni. Jú, auðvitað. Og svo
Valsmaður hérna hliðinu með hristist að skelfingu við það að hann sé komin heim. Nei. Það er frábært að hafa svona menn. Já. Það er rétt. 10,5 mínútur eftir 19:16. Já, skref á Þórð. Anton með sendinguna fram til Sturla. Það er Arnar Daði og hann ætlar að senda aftur á Sturla sem var hætt úr hlaupinu. Þá Aron Rafni kominn aftur í markið hjá Haugum. Haugar fengið þetta er eftir 3 mörkum yfir. Fengið á sig 16 mörk á 50 mínútur, fengið á sig farið 4 skot í markinu. Já. Það er ótrúlegt. Það markast hann ekki meira en þetta fyrir ekki að fengið á sig fleiri mörk og vera 3 mörkum yfir. Hinum meginn fyrir 12 skot varinn. Það segi ekki næst bara varnarleikinu Haugum eða sóknarleikinu Val, þetta ekki. Rauningur. Ef þetta ég sé ekki alveg hvort að hann fyrir innan eða ekki, en ef hann var fyrir utan þá er þetta hárrétt og þar leðandi er þetta frábær varnarleikur í Orra, en þarna hins vegar var aftanamóti skelvileg tilburður hjá Antoni Rúnarsinni. Já, Gylfi nýtir hraðaböfu vel, komið 5 mörk, 20-16. Já, Gylfi þarf að skila mörgum mínútum til að það er ekki mikla hvíldir. Það er ekki framan af vetri. Hann er meiddur hann. Nýja leikmaðurinn er Árni frá Selfossi. Já. Stól úr með hvað svona hann er akkúrat í augnablikinu. Ég menna líklegast á morgun. Já, sem var að stíga upp úr krossbandarslitum. En byrjar að hreyfa sig og æfa. Það er sjálfsögð ekki með alveg strax. Það er áðaðnulegu strákur. Sturla með skotið, það er yfir. Já, 8,5 mínúta. Haukur getur komist í 5 mörk. Róa þetta niður eða hvað. Já, maður sé það eru skiptir við Sigurd. Þórður hérna í hægri skiptunni. Stefán opnar miðunni, Sveinn vinstra megin. Þórður bara Árásson og Anton. Þetta verð Ingvar. Tónski ágættis færi. Sturlu Ásgeirsson sem að laumaði boltarinn yfir öxlinn á Aroni. 8. markið sitt, 20-17. Já, vel skotið. Eins og við erum að búast kannski hjá Sturlu Ásgeirssoni. Já. Valsararnir alveg þótt ótrúlega séð þá eru þeir ennþá inn í leiknum. Já. Með alla tæknifélag og brottvísanir. En eins og tölum við á þá samanskapið Haukarnir ekki með mörg skot varinn og það er svona kannski það sem er að halda Valsurum inn í leiknum. Lúllast út sem sagt þarna. Já. Já, Nemanja vissi að komast í gegn þannig að brotið á honum. Ungur og óheflaður Nemanja Milovic, en það er alveg að gera handboltamann á þessu strák. Já, fellir hérna. Já, þetta er Arnar kannski. Fellir Arnar í gryfjuna myndi ég segja. Anton, það er 2 mínútur. Það voru allavega ódýrar. Já, þetta var nú frekar ódýrar. 18 mínútur. Út af. Það er þetta hérna 4-2, láta boltan ganga, keyra svo upp hraðan upp í loftið og Nemanja í gegn, frábærlega varið hjá Ingvari. Ingvar Guðmundsson kom með 5 skot varinn. Hann spil í andartak og búinn að verja meira en báði markmann Haugana til samans allan leikinn. Það vel gert hjá Einari Pétri Pétursinni. Já, nýtt þessi sofandahátt Arnar í opninni þarna og þeir langt með leikinn 21-17. Svona er sjúklingar að vera, nýta tækifærið. Ekki spurning. Leikminn stöðar. Stefán Rafnar losar sig við teip.
Það fer þetta í gang aftur. Það Atli Bárusson inn á. Arnar, með skotið þar í stöngina. Og Arnar, hann með skotið, þetta í vörnina. Arnar Daði tekið niður og fær aukakast. Gylfi ekki sáttur við þetta. Höndu komin upp. Einar Örn Guðmundsson með skotið á löngu færi. Og bara 2 mínútur. Á Heimi Óla. Það eru alltaf aðeins fleiri bróttisanir hjá þessu dómarapari heldur en hinum. Það vill koma fyrir stundum. Já. Þetta var alveg hárrétt reiknaði með. Sá þetta náttúrulega ekki, hann er ekkert að þykjast vita betur. En skoðulega tölur enga siður í bróttisunum með þessum leik. Var þetta fótur? Nei, hann var þetta með hendi. Já. Setti lóan í þetta. En lyfti eins og löpunni með, en hann fór ekki í löpunni. Var heppinn. Já. Einar Stulli, Höndu komin upp. Stulli reynir að senda. Já, nú fór þetta í fótinn, en hann stóði á. Höndu með það uppi. Stulli fær boltan og finnur Orra. Vel spilað. Vel spilað. Slakur varnarleikur. Og Orri skorar sitt fyrsta mark. Höndunir uppi að vitamála var ekki margar sendingar og hlupu allir í hávörnuna á móti Stulla og glemdu línumannum. Já, Tjörfi kominn inn á miðuna. Já, það var Haukarnir inn í færið núna heiði í mínútu. Hann sjá hvað þið valsararnir nýta sig það. Já, leysir Tjörfi. Gylfi Nemanja. Og Atli leður þarna út. Já. Nemanja Melovic og hann með skoti í þverslána. Svolítið hrifinn af rammanum. Já, ég veit að valsararnir ætla bara að leyfa þessum mann að skjóta bara sem mest. Já. Það eru ennþá 25 sekúndar í að Haukar verði með fullskipaði 3 marka munur. Stulli, Finnur Atla og hann út í hornið Arnar og hann skorar. Það var vel spilað af Valssonum. Einföld stimplun. Já, fljótir að skora á nýta liðsmuninn. 10 sekúndur í hann. Oftast best þetta einfalda bara. Það er grunnur, grunnstimplun. Já, þá kemur Heimir Óli inn á Sveinn í skiptuna fyrir Stefán Rapp. Nemanja í vandræðum. Valsmenn að spila 31. Þetta var vel spilað. Já, opnast aftur í Heimi og vítakast. Nei, ég er ekki. Já. Ég veist þetta bara að hann var fyrir utan og það hefði aðra við að Runingi, þetta hefði verið einfaldast bara að sleppa þið. Það bara skor, hann var enginn sem truflaði skotið, markmannu varði. Já. Æ, ég veit það ekki. Sér svo eru dómar á málum en það er áður komið fram. Nei, myndavélin er alltaf að flækjast fyrir mér, ég veit það ekki. Gylfi, hann skorar á fyrsta tempóinu bara sjötta markið sitt, 22-19. Já, það er eitt af því skemmtilega við handboltana, það er alltaf að vera með marskon og dómar einu og saman brotinu. Sturla að reyna að finna Orra, en tekst ekki alveg. Stulli. Hann var kapparinn á línunu og Orri fæði sér bara sæti. Atli, já.
og þungu fyrir Matthías þarna sem fellur. Það er ekkert grín að verða fyrir Atla Bárðarssoni. Það er ljóst. Nýgengin upp úr öðrum flokki. Það ekki? Jó, 91 módel. Já, ég held með þess að það ekki 1 ár eftir, já. Ég þarf ekki að vera með. Ekki 3 ár í öðrum flokki? Já, það er 3 ár í öðrum flokki. Jó, gott ef ekki. Og þetta sé 91, 2 og 3 á næsta ári. Já, þetta er tímabilið. Já. Já. Jæja, þá er þessi ríkistefna og þurrkuna vera búinn. Þá er að gera hjálpa stað við þetta. 1:50 eftir 3 marka munur. Þetta er erfitt fyrir Val úr þessu, en það er allt hægt í þessu. Leiklegin búinn. Nú fær þetta vonandi að ganga svolítið. Stulli á Einar, þetta er ágætlega að spila Aron Ver og víti. Já, ok, það er konur í bara sama báða megin. Það er samræmið þó, það er þá sem við byggðum Jú, það er rétt. Þá svo ég er svona alveg jafn mikið ósammála þessu vítadóm og hinum megin á hann. En Stulli á vítafótinn. Jájá, hann er að flýta sér að þessu og skora strax. 9. markið sitt. 1:20 eftir 2 marka munur. Meðan Valsmenn þurfa vantarlega að mæta þeim framalega eða hvað. Nei. Já, bara 4-2 hérna. Já. Sveit. Nemanja. Sveit. Jájá. Verkið fyrir Sveini Þorgeirssyni. Það er aukakastið. Tíminn líður. En það þarf að þurrka gólfið, þá þarf að stoppa tímann. 59 sekúndur eftir. Nei, það er ekkert að þurrka gólfið. Nei. Bara taka þetta réttum stað. Það fyrir stoppur á tímann, já. Þetta er þekkt bragð, dómarabransanum, róa þetta niður. Já. Sveit á ferðina, Nemanja, út í hornið og Gylfa. Hann getur klárað þetta og gerir það. Tryggir Haukur sigurinn, 23-20. Það með Sturlar, Einar Guðmundsson inn á vinstra horninu og það er kannski ekki alveg hans besta stað á vellinum. Nei, hálf mínúta eftir. Sturla upp, hann með skotið og skora sér 10. mark. Það er höggu formið drengurinn. 23-21. Það er 15 sekundur. Já. Einar Pétur Pétursson, servi. Nemanja Milovic. Servi svo með síðan skotið í leiknum eða hvað? Nei, gefur á Gylfa. Leikurinn er búinn. Úrslitin 23-21. Haukum í vil. Vinna 2 marka sigur á Val. Haukar mæta Göf frá Svíþjóð á morgun klukkan 18 í beinni að sjálfsögðu hér á Sport TV klukkan 20 og FH Valur. Markaðistir í þessum leik voru Gylfi Gylfason, Haukamiðin með 7 mörk, Sveinn Þorgeirsson 5, Ari Minna, Aron Rafn Eðarsson varði 6 í markinu, Sturla Áskilsson markaðistur hjá Valskonum með 10 mörk. Þeir skoruðu 3 mörk, Sveinn Aron Sveinsson og Anton Rúnarsson. Gylfi Mortens varði 9 skot og Ingvar Guðmundsson 6. Takk ykkur áhorfendur góðir kærlega fyrir samfélgina hér í dag. Þakka Jóa Lange fyrir aðstofuna hér í þessum seinni leik. Við verðum hér aftur á morgun klukkan 6. Fylgist með, verið sæl.